Komið sæl og blessuð, kæru varsmerki, fiskar, krabbi og sporðdrekar. Krabbar og sporðdrekar. Ég hef ekki sett neitt inn hérna í svolítinn tíma, en í nótt dreymdi mig draum sem var til þess. Ég ákvað að drífa þetta af. Draumur með tarotspilum í. Þegar maður er fann að dreyma tarotspil, það er spurning hvað það þýðir. Já, ég gæti ekki túlkað öðruvísi en það að ég er að fara að drífa mig að leggja og setja eitthvað út í kosmósið. Og því er ég hér. Það voru spilin á skráli í draumnum. Þannig að ég ætla að byrja á þeim. Svo sjáum við ætlum aðeins að einblína hérna á nóvembermánuð sem er nýbyrjaður. Fiskar, þið fáið fyrsta spilið. Það er nú ekki amalegt spil sem heitir á íslensku auður. Þetta spil er tákn fjárhagslega, efnislega velgengni. Ef til vill með nóvember færi ykkur peninga, óvænta peninga eða peningar sem þið hafi verið að vinna að og munu núna loksins sjá uppskeruna af. Þetta spil táknar það að þegar maður er uppfullur hið innra af auði, það er að segja innra ríkidæmi, þá fyrst getur maður sýnt að hið ytra. Innra ríkidæmi og ytra ríkidæmi haldast í hendur. Það er mikil jarðtenging í þessu spili, tenging við efnisheiminn. Þannig að nóvember gæti fyrir marga ykkar, kæru fiskar, þið sem eru mikil tilfinningamerki, þetta gæti orðið mánuður efnisveruleika, jafnvel þrúgandi efnisveruleika fyrir ykkur suma. En hérna, þetta getur verið tengt mikilli vinnu, mikilli uppskeru eða öllu sem viðkemur húsnæði, kaup og sölu, endurnýjun, einhverju slíku. Og síðast en ekki síst er í þessu spili ákveðið hámark eða uppfylling þess sem varðar líkamann, góð heilsa, eða takmark sem unnið hefur verið að varðandi líkamann eins og einhver sem hefur sett sér ákveðið takmark í ræktinni til dæmis að því verði náð í nóvember. Þannig að það er svona eitt og annað sem að kemur upp í hugan þegar að þetta spil kemur upp. Það kemur síðan kannski meiri ljós á eftir þegar við tökum fleiri spil. Krabbi góður, krabbandi mínu góðu, þið fáið þetta fallega spil frá honum králi sem heitir Virtue eða Dygð. Hér er mikill og fallegur kraftur sem bendir til þess að það sem að þið eru búin að vera að vinna að sé að koma til ykkar. Skipin ykkar eru að sigla í höfn. Þið eru kannski búin að vera að vinna lengi að þessu og eru farin að þrá að eitthvað sé að fara að gerast. Þetta er kannski meira, skulum við segja, hugmyndafræðilegt eða
tengt ykkar svona innri eldi, innri hugsjónum, ástríðum, heldur en að þetta sé endilega efnislegt. Þannig að það bara persónubundið fyrir hvern og einn ykkar. Allavega hafið þið unnið vel að þessu og þetta hrútsorka sem kemur hérna mjög sterk í gegn, sem ekkert nema bara bullandi kraftur. Ok, sjáum hvað kemur meira á eftir. Sporðdrekar. Það líka eldur hjá ykkur, kæru sporðdrekar, drottning, falleg drottning. Í nóvember ef til vill nokkurs konar tímamót hjá ykkur hvað varðar ákveðna sjálfsvinnu, þar sem að þið eruð farnir að þekkja ykkur betur en áður, kæru sporðdrekar, farnir að þekkja takmörk ykkar. Ef til vill eru þið búin að vera að vinna mikið í sjálfum ykkur og færa ykkur svona þá umhyggju og hlýju sem að ykkur kannski skorti. Það óttaleysi í þessu spili. Ef þið eru að fara að takast á við eitthvað í nóvember sem að þið hafi hingað til haft áhyggjur af eða kviðið, þá er allar líkur á því að þið muni yfirstíga það. Og annars hugrekki, kraftur, þor, frumkvæði. Þetta verður kröftugur mánuður. Svo síðast en ekki síst getur þetta verið manneskja sem býr við þessum eiginleikum sem að þið eruð að fara að eiga í samskipti við í nóvember. Ef að þetta ekki þið sjálfir, kæru sporðdrekar. Þá gæti þetta verið kona með þessa eiginleika eða maður, hvort heldur sem einhver sem býr við þessum eiginleikum, sem ef til vill að fara að stíga eitthvað inn og veita ykkur hjálp með sínum hæfileikum. Það kemur ef til vill betur í ljós þegar við drögum fleiri spil. Næstu spil eru svona par, tvend, tökum eitt í einu, sjáum hvað kemur fyrir fiskana. Ok. Hér verið að tala fíknir. Nóvember mánuður, þetta gæti verið þið sjálfir, kæru fiskar, sem eru að glíma við fíkn, eða ykkur nákominn. Skilaboðin hér eru að sýna ykkur umburðarlyndi eða þeim sem að umræðir, því að það sem fíknir tjá oftast sársauki og áföll. Þannig að einstaklingurinn sem umræðir líklegast að glíma við eitthvað slíkt undir niðri sem að fíknin síðan birtingarmynd af. Það verið að biðja ykkur að reyna að sjá kjarna málsins og hafa fyrirgefningu, þolinmæði og umburðarlyndi uppi við gagnvart þessari manneskju, hvort sem hún sjálf, þið sjálf eða einhver annar. Það oft talað fiskamerkið, að fiskar séu gjarnir á að glíma við fíkn. Ég ekki stjörnuspekingur, en það hefur eitthvað að gera með þetta mikla tilfinningaflæði sem að fiskamerkið stendur fyrir og það sem ég ætlaði að segja að fiskar eru viðkvæmir.
þau hafa viðkvæma lund, svona upplægi, eru svona dreymandi oft á tíðum og höndla mjög illa og kannski verr heldur en hin merkin, þennan harða efnislega veruleika sem við búum öll í. Ok, en spilið sem á að vera mótvægi við þetta, það kemur hér. Já, og það er að leyfa almættinu eða Guði eða spirit eins og oft er talað á ensku, englum, verndarenglum, að leyfa þeim að veita ykkur aðstoð, vera með ykkur í þessari baráttu, þessari verkefni sem að þið eruð að fara að díla við í nóvember. Þeir eru hérna til að hjálpa ykkur og til að hjálpa ykkur að þróa ykkur sjálf í ykkar hjálpa ykkur sérst að koma ykkar raunverulega sjálfi að eða upp á yfirborðið ef að þið hafi verið að bæla einhvern part af því. Þið þurfum að horfa á ykkur eins og leiðbeinendur eða englarnir ykkar horfa á ykkur. Hætta að horfa á ykkur með neikvæðum hætti og opna ykkur fyrir aðstoð þeirra. Það getur verið gott að hugleiða og biðja ákveðin tákn til þess að tengjast leiðbeinendunum ykkar betur. Show me a sign. Ok, þá vitið þið það. Það er allavega, þeir eru að rétta fram hérna, útrétta hjálparhönd. Já, krabbarnir mínir góðu. Einhver hluti af ykkur er í afneitun. Það er eitthvað verkefni, einhver staða, eitthvað sem þið eru að takast á við, þar sem að þið sjáið ekki alveg hlutina eins og þeir eru raunverulega. Ef þið vilja vegna þess að þið viljið ekki sjá þá, kannski eru þeir of sársaukafullir. Það getur verið milljón ástæður fyrir því að þið kjósið að horfast ekki í augu við það sem er erfitt. Hér eru bara skilaboð það að opna hugan ykkar og sýna hugrekki og komast að hinu sanna í málinu. Það er eitthvað sem að þið eru í afneitun með. Ok, þetta eru svona svolítið bara stutt og skýr skilaboð. En það að lifa í afneitun, það getur valdið, ég er að reyna að sjá hvað er hérna á myndinni. Þið kannski sjáu þetta betur en ég hérna. Ég sé alveg að þetta er manneskja sem grúfir andliti í höndum sér. Og það sem er hérna til hliðar er eitthvað óskýrt. Já, allt í lagi, skiptir ekki öllu máli. Eitthvað bara sem ég datt onni allt í einu. Allavega, nóvember, skiptir máli fyrir ykkur, kæru krabbar, að horfast í augu við hlutina. Ef ykkur finnst of erfitt að horfast í augu við einhvern veruleika, þá gildir í raun og veru það sama og það sem kom fram hér hjá fiskunum. Það er að biðja englana, leiðbeinendur, almættið hreinlega hjálp. Til þess að það geti orðið, þá þurfið þið að iðka æðruleysi. Æðruleysi, kæru krabbar, og takið nú vel eftir, þýðir uppgjöf.
Það þýðir að þið látið af stjórnsemi. Að þið látið af því að ætla að ráða sjálfur við hlutina. Og þetta getur reynst mörgum kröbbum erfitt. Krabbar eru mjög, eins og fiskarnir, viðkvæmt merki og viðkvæmir upp til hópa og gera allt sem þeir geta til að forðast að takast á við erfiða tilfinningalega hluti. Þetta veldur því að þeir eru stundum bældir og nú er ég að tala bara svona almennt, ég er ekkert að segja því séu allir þannig, en það ég er ekki stjörnuspekingur. Það sem ég ætlaði að segja var að þið lifi stundum í svona ákveðnum draumaheimi. Já, eða sjálfsblekkingu eins og hefur verið að tala um hérna í þessu spili. Þetta er ekki illa meint. Þetta er bara ykkar eðli sem er í raun og veru svolítið verkefni fyrir ykkur í þessu lífi. Og það er allavega skilaboð hérna til ykkar að þetta er eitthvað sem að þið þurfið svolítið að íhuga alvarlega núna í nóvember. Ok, en þið fáið annað spil hérna með þessu. Já, það er bara hreinlega að skemmta sér og hafa gaman. Það er komin tími til að kynnast barninu í sjálfu sér aftur, opna upp fyrir ævintýri og skemmtilegheit. Þið eru búin að vera allt og alvarlegir, allt og lengi og bara snap out of it og skemmtið ykkur. Kannski felst, kannski kemur gleðin inn með þessa að þið losni úr þessari afneitun. Kannski mun gleðin færa ykkur eitthvað sem þið þurfið til þess að losna út úr afneituninni. Af því að nú tengjast þessi spil. Þannig að gera eitthvað sem að ykkur finnst gaman. Bara frábær skilaboð hérna til ykkar. Og þá eru það sportdrekarnir. Næstum að gleyma ykkur. Orka sem er föst. Gömul orka. Sem að þarf að losa út úr orkukerfinu ykkar. Gamall sársauki eða eitthvað sem að þið sjálf eruð að stöðva, meðvitað eða ómeðvitað, þannig að ný orka kemst ekki inn. Jarðtengið ykkur og tengist í líkama ykkar upp á nýtt. Ok, það er eitthvað ójafnvægi í gangi hjá ykkur, kæru sportdrekar. Þetta er svona orkuvinna, skulum við segja. Orkuvinna getur verið ýmiss konar. Það sem ég þekki til dæmis er höfuðbein og spjaldhryggsjöfnun, sem er frábær leið til að losa stíflaða orku. Báentæknin vinnur á svipaðan hátt. Alls konar heilun, reiki. Hugleiðsla getur líka unnið þannig. Ábyggilega til hellingur í viðbót sem ég kann ekki endilega að nefna hér. Þið verðið að finna bara það sem ykkur hentar. Kannski búið sjálfi yfir hæfileikum til þess að losa þessa orku sem þessar stíflur sem er í gangi. Eða þið getið leitað til einhverja fagmanna. Nú svo er náttúrulega bara þetta gamla góða að synda, að hjóla. Það getur verið mjög losandi og hjálpa líkamanum að losa sig við stíflur. Má ég sjá spilið sem þið fáið hér ofan á. Ok, að vakna. Þið hafið verið að fá skilaboð það að það er tími fyrir sálina ykkar að bæta við sig, hækka tíðni sína. Þið eru gamlar sálir
sem eru hér til að gera marga góða hluti og þið getið ekki farið tilbaka, þið verðið bara að reyna að njóta þess þangað sem þið eru komin. Já, og finna innri frið og sátt við þennan stað sem þið eruð á og færast áfram. Þetta í raun og veru bara skilaboð til ykkur að víkka svolítið út, ykkur sjálf, skynjunin ykkar og annað og að sjálfsögðu hangir þetta saman, saman við þessar orkulosun sem að verður til þess að þið hafi meiri tækifæri á að víkka út og hleypa nýrri orku inn og vakna og taka við hærri tíðni inn á orkusviðið ykkar. Ok, frábært. Við höldum áfram, við erum ekki hætt, ekki alveg. Næsta spil höfum við hér og við byrjum á fiskunum. Blessun streymir inn í líf ykkar. Regnboga blessun, eða blessanir. Við tölum alltaf blessun í eintölu. Blessanir eru á leiðinni til ykkar, ok. Það eina sem þið þurfum að gera er bara að taka á móti. Leiðu þið tengið ykkur að sjálfsögðu við ykkar æðri leiðbeinendur, æðri mátt, almættið, hvað sem þið kallið það, Guð og alla englana, þá auðvitað opniði fyrir blessun. Því það auðvitað það sem er hluti af því sem þau gera, að veita ykkur blessun. Bara frábær jákvæð skilaboð til ykkar kæru fiskar. Krabbarnir, leiðu þið eru farin að skemmt ykkur, að fáið annað skemmtispil. Sjáu hvað þetta er skemmtilegt. Opnaðu hjarta fyrir gleðinni. Þetta eru tvöfald skilaboð tvíeld. Nóvember, ábyggilega fullt af skemmtilegum hlutum í gangi, sem þurfa ekki að kosta mikla peninga eða mikla fyrirhöfn. Þið bara finnið það sem að þið elskið að gera. Og munið að leyfa barninu í sjálfum ykkur að vera með. Barnið í sjálfum ykkur gleðst leið og þið gerið það sem ykkur finnst skemmtilegt að gera. Æðislegt. Sportdrekarnir mínir góðu, þið eru hvorki meira né minna en að fara að finna fjársjóð í nóvember. Það er fjársjóðir sem eru undir yfirborðinu sem að kannski sjáið hann ekki ennþá, en það er eitthvað sem að býr þarna undir niðri. Þetta er nú bara eiginlega já. Kannski bara kominn tími til að horfa á Hringadróttinssögu og allt það, allan þann pakka aftur. Það myndi mig á drekan. Hvað heitir hann? Smegin? Nei. Það er Gollum. Jæja, þið nördarnir úti, þið viti hvað drekinn heitir í Tolkien 3-leiknum. Það er allavega einhver fjársjóður þetta getur verið tilfinningalegu fjársjóður, þetta getur verið efnislegur fjársjóður. Leið og þið eruð að vakna, þá getur verið einhver fjársjóður sem að kemur innanfrá, sem hefur verið hingað til, hulinn, undir yfirborðinu, en leið og þið vaknið, þá sjáið hann og hann kemur í ljós. Þetta gæti verið tengsl við aðra mannesku, sem að bara er fjársjóður í ykkar lífi. Það er svo margt sem getur verið, sem að þið getið litið á sem fjársjóð, sem að aðri kannski sjá ekki sem slíkan. Ok, frábært, þið veitir hvað þetta er. Við erum ekki alveg hætt. Fiskar, hugrekki, kæru fiskar. Takið þau skref sem þarf. Talið við almættið, biðjið þið almættið að hjálpa ykkur
taka þau skref sem þau vilja að þið takið. Og til þess að gera það þarf að sýna hugrekki. Spilin sem komu hérna áðan hjá eldmerkjanum, það var svo mikið af fiðrildum sem tákna umbreytingu. Hérna fáið þið mikið af fuglum og fuglar tákna þetta bara frelsi og það að svífa talaðu frjáls eins og fuglinn. Einhver skref sem þið þurfið að taka og sýna hugrekki. Þessar blessanir sem koma hérna inn geta verið eins og vítamínsbrauta fyrir ykkur til þess að taka þessi skref. Krabbar. Hvað þurfið þið að gera, krabbar mínir, fyrir utan það að hafa gaman? Það að leyfa hlutunum að gerast, segja bara já. Þannig að það sem þið þurfið á að halda geti komist óhindrað til ykkar. Leyfa hlutunum að gera, streitast ekki á móti, vera ekki í afneitun og heldur ekki ýta á hluti til að reyna að flýta fyrir. Bara opna og njóta. Hvað þetta var eitthvað sætt. Opna og njóta. Radical acceptance, já. Ég þekki allavega 2 einstaklinga, 2 vini sem að ákváðu að í einhvern ákveðin tíma, ég man ekki hvort það var 1 dagur eða heil vika, að segja bara já við öllu. Ég fæ alveg svona nettan hroll þegar ég tala þetta. Þetta ekki alveg svona það sem að maður endilega til í. Mér finnst það svolítið scary tilhugsun, en þeim fannst þetta frábært. Og ég held að ekkert slæmt hafi komið út úr þessu hjá þeim. Og þau, með því að gera þetta, þá eru þau svo miklu meðvitaðri það hversu oft þau sögðu nei. Bara svona dagsdaglega, þegar þau fengu tilboð að gera eitthvað eða vildu vera neikvæð, en leið og þau fóru að einblína á að setja jáið inn. Þá var breyting. Ok, kannski hentar þetta einhverjum að prófa þetta. Hentar mér ekki. Allavega ekki í augnablikinu, en ég ætla ekki, maður á aldrei að segja aldrei. Ok, sportdrykkir. Já, sportdrykkir. Sleppa. Þú hefur hvort sem enga stjórn á neinu. Almættið stýrir þessu öllu hvort sem þannig að þú getur bara sleppt tökum og látið hlutina bara pugast út í loftið. Þeir eru hvort sem að gera það. Því að það blekking ef þú heldur að þú stjórnir einhverju. Það er bara, sorry. Það eru æðri aflaverki. Hér eru líka fuglar. Þannig að það er mikið frelsi fólki í því að sleppa og þetta eru skilaboð æðruleysi. Þarna er annar fugl. Já. Æðruleysi. Hérna æðruleysi spænin. Hvernig var hún aftur? Gefðu mér æðruleysi til að Guð gefðu mér æðruleysi til að sleppa því sem ég það ekki breytt. Breyta því sem ég get breytt og við til að greina þar á milli. Ok. Frábært, við erum ekki alveg búin, samt sem áður. Það eru 2 spil eftir. Ég vona að þið séu ekki alveg búin að fá nóg. Hérna, fiskarnir, við byrjum á ykkur. Miðvikudagur. Hann er mikilvægur í ykkar lífi. Af einhverjum ástæðum. Kannski það næsti miðvikudagur. Kannski gerist eitthvað á miðvikudegi sem þið eru að bíða eftir.
eða voru að spyrjum, mikilvæg tímasending fyrir ykkur. Krabbarnir mínir góðu, það eru nokkri mánuðir. Eftir nokkra mánuði, það er mikilvæg tími fyrir ykkur. Það er eitthvað sem að þið kannski eruð að bíða eftir. Einhver þróun kannski sem að er í gangi. Sem að á eftir að færa ykkur eitthvað gott. Og sportdrekarnir mínir góðu, hjá ykkur eru hlutirnir bara að gerast núna á næstunni. Alveg handa með hornið. Þannig að verið þið viðbúin, kæru sportdrekar. Kannski eru þið að fara að finna fjársjóðinn góða. Kannski er hann handa með hornið, að þið sleppið tökum og látið af stjórn og leyfið hlutum að gerast. Og síðasta spilið, kæru vatnsmerki, er að sjálfsögðu blessuð ástin. Fiskar, þið fáið bara eilífiðina. Takk fyrir. Bara að eilífu. Báðir aðilar í þessu sambandi eruð blessaðir að eilífu. Aftur kemur blessunin inn til ykkar. Frábært. Krabbarnir mínir góðu, hvað færir ástin ykkur? Hún færir ykkur áhyggjuleysi, legðu frá þér áhyggjurnar, komdu bara og hvíldu í örmum mér, segir ástin við ykkur. Kæru krabbar, þetta er frábær skilaboð til ykkar. Hafa gaman og sleppa áhyggjunum og segja bara já. Sportdrekarnir, bænir ykkar, þið verið bænherðir. Bara svo einfalt. Það sem þið voruð að biðja það mun veitast ykkur. Þetta var nú aldeilis flott. Allt þetta færi nóvember ykkur samkvæmt þessum spilum. Takk fyrir að horfa og hlusta. Þið eru yndisleg og ég vona að nóvember verði góður á alla lund fyrir ykkur kæru vatnsmerki. Ljós og kærleikur.